og já, við ætlum að fara mitt núna í körfuboltan eins og ég sagði áðan. Voru nóg að vera hjá landsliðum okkar, hvort sem það A-landsliðum eða yngri landsliðum, það engin slökun í körfuboltanum. Hann komin á línuna, Hannes Sigurbjörn Jónsson, komdu blessaður og sæll ekki? Já, sællvinur. Herru, það styttist ónt í stóru stundina fyrir íslenskan körfubolta? Já, þetta bara rétt 26 dagar held í dag þangað til að við stígum á stóra sviði í Berlín. Þú ert sem sagt með svona dagatal núna fyrir fram að svona eins og jólin. Já, nákvæmlega. Þeir eru reyndar líka svo duglegir á karvan.is núna sko. Þeir eru hófið niðurtalningu fyrir nokkrum dögum, þannig að það er svo auðvelt að muna þetta. Maður fer bara þangað inn og þá fylgist maður með því sko. Já, nákvæmlega. Karvan.is, þetta er rosalega flottur vefur, bara allt körfubolta þarna sem hægt er að finna. Algjörlega, þetta er bara, hvað maður að segja, biblían okkar körfuboltamann og ég held að segja bara fyrir íþróttaáhugamenn líka því að þarna er bara mjög skemmtilegt og þeir eru að standa sig frábærlega þessi snillingar sem að Jón Björn og félagar á karvan.is bara gera góða hluti og gaman að fylgjast með því. Já. Þannig að það er bara líka mikið eins og þú sagði þér áðan, það er mikið búið að vera hjá okkur í sumar og bara það er bara líf og fjör og fullt af landsleikjum og hefur yngri liðunum okkar og kvennalið okkar, alveg kvenna búið að vera líka og svo náttúrulega alveg kalla núna. Við byrja kannski á yngri landslið, það er búið að vera svolítið mikið að vera hjá þeim og góður árangur búin að nást í sumar. Já, þetta er búið að vera mjög góður og bara viðunandi árangur og eins og ég segi sko nummer 1 og 3, við erum í framför, það skiptir mestu máli, við erum að ná betri árangur heldur en oft áður. Við vorum með 15 ára liðin okkar voru að gera góða hluti á æfingamóti sem var í Kaupmannahöfn og svo eru 16 og 18 ára liðin okkar búin að vera á Norðurlandamóti og í Evrópukeppnum, þannig að þau eru búin að vera í 2 mótum og 18 ára liðin okkar til dæmis, þau eru búin að ljúka keppni í Evrópukeppnunum þar sem að strákarnir enduð í 7. sæti í B-deildinni af 24 þjóðum sem eru í B-deildinni hjá okkur í Evrópukeppninni og það var mjög gott, þeir komist í umspilum sæti 1-8 og voru bara stóðu sér mjög vel og voru í góðum málum og meðal annars einn lykilmannanna þar, Kári Jónsson, hann meiddist og spilaði ekki með síðustu leikina, þannig að maður getur alltaf farið í þetta ef og hefði og allt þetta sko. En bara 7. sæti frábæra árangur hjá strákunum í 18 ára liðinu, þannig að það er mjög gott og einn og okkar betri árangur. 18 ára stelpunar okkar, þær var að ljúka keppni í gær, þær enduðu í 17. sæti af 20 í B-deildinni og það er svona bara mjög viðunandi, það var framför, margar stelpur og yngra ári, það er framför hjá okkur. Það er það sem við viljum sjá og 16 ára stelpunar okkar, þær voru í þessum kallast C-deild Evrópukeppninnar, það skiptist í A, B og C og í C-deild Evrópukeppninnar þær unnu hana mjög örugglega, unnu alla leikina nokkuð örugglega og það er nú svona orðið nokkuð ljóst að tími okkar í þessum C-deildum er liðin, þannig ég tel nú að við verðum í B-deildinni hér eftir og í bara báðum hjá stelpunum líka, alveg séu strákunum. Og svo eru 16 ára strákanir okkar núna, þeir eru að ljúka núna, eru sem sagt að spila núna úti og þeir voru rétt í kvöld núna að tapa fyrir Úkraínu og munu spila sæti 6, 17-24 í B-deildinni hjá þeim. Þannig að þetta er svona bara mikið búin að vera fullt af leikjum og þetta er einhverjir bara hjá yngri liðunum okkar verður þetta vel yfir 100 leikir sem að verða kringum 100 leikir sem eru spilaðir í sumar og þannig að það er bara mikið að vera. 20 ára lið nokkar líka, bæði strákur og stelpur búin að vera í Norðurlandamóti, ná góðum árangri. Þannig að þetta eru 10 landslið, strákur og stelpur, 5 stelpur og 5 strákar, 15, 16, 18, 20 og svo A-landsliðin okkar sem eru með verkefni bara í allt sumar. Þannig að það er mikið búin að vera, mikið líf og fjör og bara eins og við viljum hafa. Við viljum frekar hafa það meir en minna, þannig að við viljum frekar halda fram það bara bæti í. Hvernig er með svona erlenda þjóðir sem að fylgjast með þessum eins og yngri landsliðunum okkar að finnst þeim ekki svolítið magnað að þetta litla Ísland nái svona góðum árangur og líka bara að ná að halda utanum? Trúir ykkur þér, til dæmis þú veist að tala við stóru formennina, svona hvað þið eigið lítið fjármagn? Nei, það er náttúrulega, það er alltaf, þú veist, og það er náttúrulega bara partur af því að vera þjóð upp á 300.000, það er náttúrulega við erum að ná mjög góðum árangri í körfunni eins og við erum bara að gera í íþróttum yfir höfuð. Við sjáum nú bara hvað allt þetta íþróttafólk okkar að gera. Það er ótrúlegt hvað við eigum öflugt íþróttafólk, alveg saman hvort það sýti körfubolti, sund eða fimmleikar eða fótbolti eða handbolti eða við getum haldið áfram allar þessar íþróttir, þetta er bara við erum að gera frábæra hluti og þú veist, það er eitthvað sem við eigum bara að vera mjög stolt af. Hvað við erum mikil bara íþróttaþjóð ef við séum sver. Miðað við það, við séum
bara þessi örþjóð sem við erum, hvað við erum mikið á góðu öllu íþróttafólki og og hjá okkur í körfunni, við erum bara mjög stolt af okkar árangri og jú, þetta kollega mínir í Evrópu, þeir náttúrulega margir hverjir oft spyrja sig og hvað við séum eiginlega að gera og þú veist það er ekki að leita lengra en bara Norðurlöndin, þeir eru mikið ofta að pæla í þessu hvað við erum að gera og í rauninni skil ekki þessum góða árangur okkar, þannig að og svo við erum alltaf að gera betur og betur en við erum bara, eins og þú komst að inn á hann, við erum bara að gera marga góða hluti og það gengur vel hjá okkur og þá bara halda áfram. Já. En hvernig annars svona, nú var hörkumikil hátíð helgina, það var Ísland-Holland stuttum tíma, 2 leikir eða ekki? Jú, þetta var mjög skemmtilegt, þetta var mjög gaman að fá hollendingan í heimsókn og við vorum eftir að ræða, við erum í miklum og góðum samskipti við hollendingana og það var nú ákveðið mjög svona snemma, þeir myndu koma til okkur og taka þátt í þessu með okkur og undirbúning fyrir Eurobasket. Þeir það eru ansi mörg ár síðan að þeir fóru síðast á Eurobasket og hafa verið að byggja upp hjá sér körfuboltann aftur og eru konum með gott lið og eru núna á leiðinni á Eurobasket, alveg eins og við. Og þannig að vonandi þetta eitthvað sem kemur til með að vera bara í fleiri bæði alhansliði kvenna líka hjá okkur að fá hollendinga heimsókn og gera eitthvað meira með þeim en það var mjög gaman að fá það og mjög gaman að hefja svona, hvað maður að segja, þú veist, að taka fyrstu æfingaleikina líka heima, að fá æfingaleiki heima var eitthvað sem við vildum klárlega að fá vináttur landsleiki hinga og sína landi og þjóð strákan okkar, það var það sem við vildum og það var líka rosalega gaman að geta komið í þau þurfi ekki bara verið í Laugardalshöllinni því að núna þurftum við ekki bara að fylgja eftir reglum FIBA Europe þar sem þetta voru vinátturlandsleikir þannig að við gátum farið aðeins út fyrir höfuðborgina út í minna íþróttahús því Laugardalshöllin er eina húsi sem við megum vera í samkvæmt stöðlum frá FIBA Europe í dag og þannig að það var frábært að geta eins og farið í Þorlákshöfn og verið með landsleikin þar og það var svona við ákváðum það strax að fara á Suðurlandið og við vorum með kvennaliðið okkar var í Stykkishólmi í fyrra þannig við tókum Vesturlandið þá þannig að við ákvaðum að fara á Suðurlandi núna og Þorlákshöfn var fyrir valinu, það var að gera marga góða hluti í körfuboltanum á Suðurlandi og eins og þú veist því á Suðurlandinu eru þannig á mörgum stöðum að gera marga góða hluti og því var gaman að geta komið í Þorlákshöfn og það var mjög vel tekið á mót okkur, það var frábært hvað bara bæjarbúar tóku vel á mót okkur, hvað Þór Þorlákshöfn tóku vel á mót okkur og líka bæjarfélagið og bara í rauninni gaman og bæði bæjarstjóranum og forráðamönnum Þórs Þorlákshöfnar þökkum við mikið fyrir eftir leikinn því að það var bara gaman að vinna með þeim í þessum aðdragand og gera það verkum að við gátum komið inn að leik í Þorlákshöfn. Og skemmtilegt fyrir Sunnlendinga að geta svona haft þetta nær sér? Já, ég vona það og þegar maður sá það, þeir mættu vel og vel mættu og vel þétt setið í höfninni og ég vona það að Sunnlendingar hafi verið og ég heyrði það bara, menn voru ánægðir, þú veist, þetta var ekki bara í Þorlákshöfn, það var að koma fólk úr nágrannasveitarfélögunum og alveg úr uppsveitunum og þess áttar. Þannig að það var bara mjög gott. Og núna bara heldur undirbúningur áfram hjá eða ekki allandsliðinu og það er náttúrulega eða ekki löngu uppselt fyrir þá sem hafa ennþá áhuga að fara út? Jú, það er allavega klárlega uppselt á Eurobasket hjá okkur alveg yfir helgina, fyrstu 2 leikina allt uppselt. Og þetta er höll sem við erum að fara að spila í sem tekur átt í 13.000 áhorfendur og það er uppselt á helgina. Það er kannski einhverju miða lausir á leikina sem verða í leiki 3, 4 og 5 hjá okkur. En það var mjög og það er í rauninni mjög gaman að segja frá því að þessi riðill sem við erum í á Eurobasket, þetta er náttúrulega eins og oft hefur komið fram, eitt sterkasti riðill sem hefur verið í Eurobasket, má segja í 80 ára sögu Eurobasket. Og að við séum bara að taka þátt og vera hann bara gaman og það er náttúrulega síðan að fá að keppa fyrir fullu húsi og verður mikil stemming væntanlega þessa helgi og náttúrulega enda skemmtilega að við séum að fá 800.000 Íslendingar sem ætla að koma og styðja við bakið á okkur og taka þátt í gleðinu með okkur. Það er bara frábært. En svona framöndan eitthvað það er náttúrulega landsliðin og svo er náttúrulega bara körfubolti, þetta er einn dreifðasta íþrótt landsins. Jú, við erum það og við erum ákveðlega stolt af því hversu vel þetta er dreift hjá okkur hringinn í kringu landið og á mörgum stöðum. Og það er náttúrulega núna náttúrulega undirbúningurum fyrir Eurobasket eins og þú segir. Það er strákanir fara í næstu viku á æfingamót í Eistlandi þar sem við mætum Eistlandi. Aftur mætum við hollendingum, þeir var búið átt á mót líka og þeir verða það líka þannig að við mætum þeim í rauninni aftur. Og svo spilum við í fyrsta sinn í söguna við Filippseyjar verða þar líka og það verður skemmtilegt. Svo koma strákanir heim og verða heima í bara 34 daga og fara aftur þá út og fara þá taka þátt á móti í Póllandi
þar mætum við Pólverjum, Belgum og Líbanon og svo fara þaðan yfir til Berlín og verða mættir til Berlín 1. september og svo fyrsti leikur verður 5. september þegar við mætum heimamönnum í Þýskalandi í 8. leiknum á mótinu. Og svo kvennaliðið okkar líka, það líka í undirbúningi, þær kom aftur saman núna í lok ágúst fyrir verkefni sem að verður síðan í október, spilu einn heimaleikina í nóvember fyrir ekki. Þannig að það bara mikið að vera og svo náttúrulega skipulegja bara allt fyrir næsta ár, það fyrir næsta tímabil, það alltaf fullu við það líka. Þannig að það af nógu að taka og bara mikið fjör og mikið gaman hjá okkur. Ég öfund allan ekki landsliðsþjálfarana að þurfa að velja þarna loka hópinn því að þetta nú ekki smá mikið keppni að komast á þetta mót. Já, og strákanir, þeir má segja allir þessi 15 og það náttúrulega að þetta verður, eins og þú segir, þetta verður bara mikill höfuðverkur fyrir þjálfarana að velja endanlega 12 manna liði sem að fer út til Þýskalands. Það alveg klárt og ég veit það að þeir eru þegar farnir að hafa höfuðverk yfir þessu og velta þessu fyrir sig fram og tilbaka og en það líka ánægilegt og það rosalega gaman og það má segja jákvætt fyrir íslenskan körfubolta hvað þetta búið verið erfitt því það var líka erfitt fyrir þá í rauninni að minnka hópinn í uppálega og þegar þeir hafa verið að minnka það voru flestir að standa sér mjög vel á æfingunum þannig að framtíðin mjög björt hjá okkur í íslenskan körfubolta bæði í rauninni hjá strákunum og stelpunum okkar hvað og það það sem svo jákvætt hvað þetta hefur verið að gera hjá okkur fleiri og fleiri góðir körfuboltamenn að koma upp hjá okkur. Svona eitt í lokin, það náttúrulega leiðilegt sem kannski fyrir okkur Íslendinga, það er reglurinn náttúrulega eins og Ísland með káringar, þeir geta ekki keppt á Evrópumeistaramóti eða eitthvað svona. Já, það eitthvað sem við þurfum bara að skoða, það voru eins og ég hef sagt vinnubröðin það var að bæta vinnubröðin í kringum þetta kannski, það var farið þarna allt í hennu úr 64 liðinni í 56 og ákvarðanir sem voru teknar í kjölfarið og því að ég telji sér ekki mjög góðar en ég vil náttúrulega ekki, það sem ég sitt nú í stjórn Evrópska körfuboltasambandsins að það var erfitt að fara. Þú ert komin í embætti. Einu sem ég get sagt þar að við þurfum að vinna þetta betur, ég tel að þetta hef ekki verið unnið nógu vel af hendi FIBA Europe, ég mun taka þetta upp á stjórnarfundi og ræða ákveðna hluti í kringum þetta sem ég tel að við getum gert betur, þannig að það þarf bara að laga það og nú þurfum við bara að vinna í því að Ísland og fleiri smáþjóðar því ég tala líka sem formaður smáþjóðanefndar Evrópska sambandsins þegar ég að segja þetta að það verður að vera líka fyrir okkur að smáþjóðunar eigi möguleika á að taka þátt í Evrópukeppni. Þær hafa kannski ekki bolmagn til að taka þátt okkur í einasta ári í Evrópukeppni félagslega og þá má þá ekki í rauninni refsa þeim fyrir það með því að segja að þær get ekki tekið þátt og séu lægst rankaðar og eitthvað svona. Þetta eru vinnubröð bara sem við þurfum að laga og ég bara vona innilega að þetta verði gert og þannig allavega að á næsta ári þá getum við séð KR eða annað íslenskt félagslið taka þátt í Evrópukeppni félagslega því að þetta á að vera fyrir alla Evrópu, ekki bara einhver útvöldlönd. Það það sem að mér skipta miklu máli. Rétt í lokin áður en ég sleppi þér það er ekki allir sem vita það sem að hlusta Suðurland FM að þú ert tengdur Sunnlendingum mjög miklum böndum. Jú. Hvað maður er bara tengdur Suðurlandinu vel, það er náttúrulega ég er svo heppinn að bróðir mín býr á Selfossi og og svo var maður nú í þekki maður vel til í Hrunamannahrepnum, bjó nú sjálfur á Flúðum, tókst að búa þar allavega í 2 ár og var mikið hjá frændfólki mínu Fanney frænku í Síðarlangholti þannig að Suðurlandi, Gítlár og Hrunamannahrepurinn það er sveiti mín. Já, nákvæmlega. Hannes Sigurbjörn Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara bestu þakki fyrir að færa okkar flotta landslið á Suðurlandi nú helgina. Já, það var bara lítið mál og þú bara heldur áfram að fylgjast með og þú hikar ekki við að hafa samband. Alltaf gaman að heyri í þess. Já, bestu þakki sömuleiðis. Hafa það gott. Ok, takk fyrir, bless. Já, leikjum kvöldsins er að ljúka í knattspyrnunni í kvöld í Pepsi-deild karla. Voru 4 leikir sem fóru fram. Það er verið að flauta til leiksloka í leik IA og FH staðan þar 2-3 fyrir FH. Keflavík Fjölnir, lokatölur þar eru 1-1 og Blikarnir eru 1-0 yfir gegn Valsmönnum og Káringar eru konið 2-0 yfir gegn Fylki. Við förum nánar út í þetta hér eftir smá stund. Það sem við ætlum að heyri mitt í Valsara, kannski ekki besta tímasetningin í heimi að heyri í honum núna, það sem að Valsmennir að tapa núna gegn Blikum, en
Hann ætlar að taka enska boltan svolítið með okkur því að hann hófst nú helgina og það var 1 leikur í kvöld í enska boltanum, það var West Brom Albion gegn Man City og City tóku þá 3-0, túri með fyrstu 2 mörkin á 9. og 24. mínútu, svo var það Vincent Kompany sem skoraði 3. marki á 59. mínútu. Meira sport hérna til 10 í kvöld, við eftir að fara vítt og breyttum eftir að taka taekwondo og svo það sjálfsögðu knattspyrnan, handboltinn og við vonandi komumst aðeins yfir heimsmeistaramóti í hestaíþróttum ef að tími leyfir. Ævintýraeyjan Mallorca komin aftur í sölu. Fljúgum alla þriðjudaga til 18.